Já, Jóhann, nýr þjálfari Þróttar, við byrjum bara á hvernig kom það til? Ég bara, þegar að Óli hætti þá var bara haft samband og við ræddum svona saman í framhaldinu af því og ég þurfti náttúrulega aðeins að vega og meta hvað þar sem ég var í góðu starfi og góðu umhverfi hjá frábærum hópi á Þór-KA, þá var svona erfitt að taka þessa ákvörðun en mér fannst það rétt fyrir liðið og stelpurnar þar að fá einn nýja rödd og mér leist mjög vel aðstæður hér og leikmannahópinn og allt í kringum þetta hefur Þrótti, þannig að það var ekki á endanum þá var þetta niðurstaðan. Eins og þú segir, erfitt að kveðja Þór-KA? Já, mér finnst það mjög erfitt og bara vissi að það yrði erfitt en það varð á endanum miklu erfiðara heldur ég átti von á. Þetta er svona mitt lið og maður nær svona rosa sterkri tengingu við leikmenn og fólki í kring og algjörlega frábært fólk þarna sem er að vinna þarna og þeir sem voru að vinna með mér og leikmenn bara sem var mjög erfitt að kveðja. Áttirðu viðræður með einhver fleiri lið en Þrótt? Já, það svona var bara, já, það var eitthvað það sko en nú er þetta staðan, þannig að við skulum bara hafa það þannig. Hvað heillaði í Laugardalnum? Mér finnst bara tónninn í fólki vera góður og það er hugur í mannskapnum og nú er ég bara eins og í leikmannahópnum og fólki sem stendur að Þrótti, fólki sem er að vinna mér finnst þetta bara vera, það er eitthvað svona jákvætt í gangi og eins og sýnir sínum líka bara á árangrinum í sumar. Það eru nú ekki langt frá þessu og þannig að það eru góðir hlutir að gerast og vonandi get ég hjálpað til við að gera gott ennþá betra. Þetta er enn langt í mót, en hvað svona viltu gera þetta? Sko ég er ekki að koma með neina byltingu inn og mér þótti mikilvægt að halda í gott starfsfólk sem var á síðasta tímabili og ofan á það fengum við Orra Sigurjónssyni sem fitnessþjálfara sem er mjög sterkt, hann er alveg magnaður og ég líka halda í eins mikið, bara halda leikmannahópnum eins óbreyttum að hægt er og þá frekar kannski með einhverjum sterkum viðbótum við það en þær sem fyrir eru, mér finnst mikilvægt og orkan fer svolítið í það þessa daga að kynnast þeim og halda utan það og svona núna þegar við erum að fara að rúlla af stað að sjá hvernig landið liggur þar. Ég svo bara skrúfa upp það sem fyrir og bæta þessa svona litlu hluti sem hægt er að bæta til þess að komast yfir þröskuld og fara að komast enn lengra. Þetta aðeins leikmannamál, Keiti er samningslaus, vitað eitthvað framtíð hennar? Já, við bara ég erum búin að tala við hana og við erum í virku samtali við hana og við erum bara, nokkuð vongóð að hún sé bara áfram leikmaður Þróttar en eins og ég segi, það er svo sem ekkert staðfest enn og þá því lítið vera að tala svoleiðis hluti en hún er klárlega bara eins og aðrar hér eitthvað sem við erum að vonast til þess að halda bara í. Þannig að það er svona markmiðið frekar að styrkja við ykkur heldur en að missa, væntanlega? Já, við bara í draumaheimi þá missum við engan leikmann og fáum inn sterkar viðbætur og þannig lítur þetta út á vinnuborðinu núna. Ertu að horfa í einhverjar sérstakar stöður frekar en aðrar? Sko ég náttúrulega hef ekki stýrt fótboltaæfingu ennþá, þannig að ég hef bara kannað síðasta tímabil og þekki þetta lið náttúrulega ágætlega bæði eftir að hafa mætt í og skoða þær svona. Ég er svo sem ekkert að skoða sérstakar stöður, það er eitthvað mér finnst svona Þróttur hafa verið og liðið er mjög sterkt þegar allir voru með, þau eru breytingar hjá þeim á miðju tímabili og þannig að kannski má skoða það sem að það er mistu leikmenn að mögulega er það eitthvað sem við getum verið að horfa í að reyna að þétta raðirnar þar. Þetta bara úr einu í annað fyrir leikmaður þinn Bríet Fjóla, þú fórst með henni út á reynslu í Svíþjóð fyrir skömmu, ekki satt? Jú. Hvernig gekk það? Það gekk bara mjög vel, hún reyndi sig þarna hjá bara sterku félagi í sænsku deildinni, Norrköping og stóð sig bara eins og hetja eins og við varum að búast. Hún er alveg grjótmögnuð og náði þarna bara aðeins að snerta á þessu umhverfi í nokkra daga og hún flaug svo til móts við U17 landsliðið sem var að fara til Slóveníu, þannig að
en hún fekk hana góða reynslu og mér fannst þú standa sig í rauninni vonum framar með sérstaklega aðaliðinu og það sem að tempóið hátt og hún mjög ung og en hún sýndi það alveg að hún aðlagast þessu eins og öll öðru og á klálega framtíðar fyrir sér. Hversu langt getur hún náð? Ég held að það sé ekkert þakk. Það er oft talað að þakkið sé hátt. Ég held að hún sé bara út á palli, sko. Takk hjá það. Takk.